Raindrops keep falling on my head. And just like the guy who's feeling. Samsung framleiðir vatnseld snjalltæki fyrir þig og þína sem þola íslenskt veðurfar. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið heil og sæl og velkomin í Spursmál, miðvikudaginn 29. júlí. Þetta auka þáttur sem við sendum út af gefnu tilefni. Í liðinni viku birti Dagur B. Eggertsson, fyrrverandi borgarstjóri og nú alþingismaður áhugaverða grein á Vísi, þar sem hann vitnaði til skýrslu Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands á 2014. Það meðal annars rætt kosti og kallað þess að taka upp evruna. Til svars varð Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri í Kópavogi. Hún hagfræðingur að mennt og starfaði lengi á samtökum atvinnulífsins. Þar hefur átt sér stað áhugaverð umræða vaxtamál, verðtrygginguna og annað í þeim dúr og ég taldi rétt að þið hlustendur og áhorfendur góðir fengju þetta beint í æð hér af okkar vettvangi. Ég ætla því að nýta klukkutíma næsta eða svo til þess að ræða við þau efni skýrslunnar og hvernig Evrópumálin horfa við þeim nú þegar mánuður sléttur til þess að við göngum til atkvæðagreiðslu landið þvert og endilangt og ákveðum hvort að Ísland gangi til aðildarviðræðna við Evrópusambandið að nýju. Fylgist þið með. Fjórhjóladrifinn Kia EV3 lentur. Komdu og reynsluhættu. Askja. Ekki láta loka þig inni. Veldu frelsi. Samsung. Mannvirki, byggingar og hallir. Hvað sem þú vilt byggja, þá framleiðum við byggingarefni framtíðarinnar. Limtré Vírnet. Vantar þig bílavarahluti? Á Poulsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum allt land. Poulsen.is. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Þau eru hingað komin Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri í Kópavogi og Dagur B. Eggertsson alþingismaður og varaformaður utanríkismálanefndar. Og eins og ég sagði áðan, við ætlum að ræða skrif þeirra beggja fyrst Dags og svo Ásdísar þessa margumtöluðu skýrslu sem kom út árið 2014. Komið sæl. Sæl. Já, það eitt af því sem við séð mikið í umræðunni undanfarna. Menn að dusta rykið af því sem bæði menn hafa sagt áður og fjallað og kafað ofan í. Dagur, þú sest yfir þessa löngu skýrslu Alþjóðamálastofnunar sem kemur út 2014 og það sannlega kaflið þar sem menn að ræða gjaldmiðlamálin. Meðal annars, já. Og þér þótti mikilvægt að innbrá eða ítreka það sem þar kemur fram? Já, mér fannst hún bitastæða nokkrum ástæðum. Í fyrsta lagi þetta skýrsla sem að ASÍ, SA, Félag atvinnurekenda og viðskiptaráð standa að. Ég sé ekki betur en að þetta sé kannski nýjasta gagnið frá þeim, að þessi stóru öflugu hagsmunasamtök hafi ekki gert nýrri úttektir. Í öðru lagi fannst mér mjög veigamikið bara hvaða sérfræðingar höfðu verið kallaðir þarna til. Það eiginlega valinn maður í hverju rúmi, hvort sem það eru stjórnmálafræðingar eða hagfræðingar og í tilviki Evrokaflans að þá mun það vera þannig að Ásgeir Jónsson, núverandi seðlabankastjóri, skrifaði töluvert af þessu og svo að því ég líka áhuga á bara svona einhvern veginn heildarmynd og sögunni, þá fannst mér svona óvenju mikil svona söguleg vidd yfir bara sögu íslensku krónunar og hvernig hún hafði reynst. Skörp greining, haldið til haga sjónarmiðum bæði varðandi kosti og galla, en meginniðurstaðan alveg skýr. Meginniðurstaðan sú að öllu metnu þá væri verulegur velferðar ábati eins og það orðað
með upptöku evru og þá verið að tala lægri vexti og verðbólgu. Það verið að tala lægri viðskiptakostnað, greiðsluhæfan alþjóðlegan gjaldmiðil, öflugri lánveitenda til þrautarvara og með þessu aukin viðskipti. Þannig að þetta fannst mér bara eiga erindi í umræðuna. Auðvitað margt annað í skýrslunni sem líka áhugavert. Það hefði þegar fengist sérlausnir og undanþágur í fyrri viðræðum og það rakið. Það var talið líklegt að það fengist ásættileg lausn í sjávarútvegsmálum og þannig ég hvet bara alla til þess að fara í gegnum þessa skýrslu ef þið vilja kynna sig hvar málið var statt 2014. Sumt hefur vissulega breyst en þarna mjög góð samantekt á mörgu sem að máli skiptir í umræðinni. Þetta skýrsla sem heitir aðildarviðræður Íslands við ESB. Það eiginlega verið að taka svona loftmynd af viðræðum sem höfðu þá þegar lent eða strandað. Og þessi kafli sem þú ert að vísa í, bara þannig að ef að fólk vil kíkja á þetta beint, á síðum 37 til 62 í þessari skýrslu. Já. En auðvitað fleiri áhugaverðir kaflar sannarlega. Ásdís, þú hefur ekki mikið blandaðir í Evrópusambandsumræðuna fyrir en að þú stígur inn, þú nú hagfræðingur að mennt og varst hjá samtökum atvinnulífsins á sínum tíma. Þú ýmislegt að athuga við grein dags, hún birt á Vísi 22. júlí síðastliðinn undir fyrirsögninni gríðarlegur velferðarábati með upptöku evru. En Dagur þarna vitna í orð sem eru skjalfest frá þessum sérfræðingum á sínum tíma. Já, vissulega rétt. Reyndar á þessum tíma þegar það var óskað eftir þessari skýrslu að þá var ég reyndar ekki að vinna á samtökum atvinnulífsins en ég svona ákvaða eins að það er alveg rétt, ég hef ekki verið að blanda mig mikið inn í þessa umræðu enda bara ég bara að starfa sem bæjarstjóri Kópavogs og ég fyrst og fremst með áherslur og fókus á mitt bæjarfélag en það breytir þó ekki því að ég hagfræðingur og hef áhuga á þessum málum. Og ég fór svona aðeins að ég las auðvitað þessa grein og tek undir það auðvitað mikilvægt að við séum að skoða gamla skýrslur og vega og meta hvort eitthvað hafi breyst. En ég sá strax svona að það ýmislegt sem hefur breyst frá því að þessi skýrsla var gerð. Hún sem sagt gerð þarna á árunum 2013-14 og á þeim tíma erum við bara með allt aðra efnahagsstefnu. Við erum með peningastefnu í höftum og við erum enn að glíma við afleiðingar fjármálahrunsins. Nú frá þeim tíma höfum við hins vegar gert mjög jákvæðar breytingar á íslenskri peningastefnu og bara með því þegar ný seðlabankalög tóku gildi í janúar 2020 voru ofboðslega miklar og mikilvæga breytingar gerðar sem hafa svo sannarlega skilað samfélagslegum ábata. En þessi skýrsla svona vega og meta kannski má segja úrelta efnahagsstefnu, úrelta peningastefnu sem á ekki við í dag. Það kannski eitt af því sem ég gagnrýni. Nú annað sem að mér finnst mikilvægt að halda til haga hér verið, þetta auðvitað rosalega stór orð að gríðarlegu velferðar ábati sem felst með upptöku evru og þá fer maður svona að skoða þessa mikilvægu mælikvarða sem oft horft til þegar verið að meta velferð. Og það til dæmis landsframleiðsla á mann, raunlaun, tekjujöfnuður, atvinnuleysi, langtímaatvinnuleysi sem og líka hvort að fátækt sé mikil eða lítil hér á Íslandi. Og það veit svo til að allir þessir mælikvarðar við erum eiginlega fremst meðal þjóða og ef ekki fremst á ákveðnum mælikvörðum. Og sem dæmi má nefna meira segja frá árinu 2013 til dagsins í dag hafa þessi mikilvægustu mælikvarðar eins og verg landsframleiðsla á mann, kaupmáttarleiðrétt eða raunlaun. Þau hafa farið úr því að vera svona í kringum 17-18% yfir meðaltal ESB sem var þarna árinu 2013 upp í 28 til 30% yfir meðaltal. Þannig að við vorum í forskot fyrir en þessir mælikvarðar sýna okkur að við höfum náð enn frekar í forskoti. Og þetta hefur auðvitað allt gerst án þess að við höfum gengið inn í Evrópusambandið. Sko það eitt, þannig að ég var svona aðeins að gagnrýna það að vera að draga fram skýrslu sem miðar við einhvern veginn allt annað efnahagsástand heldur en við erum að horfa á í dag. Nú hitt sem að mér fannst kannski miður og var ekki dregið fram í þessari grein var og kemur skýrt fram í skýrsluna að það ákveðin fórnarkostnaður fólgin í því að vera ekki lengur með sína eigin peningastefnu, að bara fórna peningastefnu og gangi inn í myntbandalag. Og slíkur fórnarkostnaður að þá erum við ekki lengur með fljótandi gjaldmiðil, heldur erum við myntbandalagi og þá fórnarkostnaðurinn í formi breytileika í atvinnuleysi nú eða þá með nafnlauna breytingum. Og
Þetta óðbóðslega mikilvægur punktur fyrir íslenskt hagkerfi af því að við erum auðlindadrifið hagkerfi. Og það að vera auðlindadrifið hagkerfi þýðir að við getum lent í framboðsskellum, að hrávöruverðslækkunum, verð á sjávarafurðum getur lækkað gríðarlega sem getur kallað fram samdrátt í okkar hagkerfi. Og ef við værum í myntbandalagi að þá þyrfti slík aðlögun að eiga sér stað í gegnum annarkvort hærra atvinnuleysi að nella eða með nafnlaunalækkunum eða bæði. Nafnlaunalækkanir fela það í sér að þá að bara laun í krónum talið lækka. Ef væri það evrum talið? Já, en hingað til höfum við tekið út okkar aðlögun svolítið í gegnum gengi krónunar og þá má mér sannir segja að það hefur verið gríðarlegur ábati fólkin í því á síðustu 15 árum. Við höfum heldur betur lent í ýmsum efnahagslegum, má segja svona högg, efnahagslega séð, en gengi krónar hefur svolítið svona sveiflast með hagsveiflinu og verið svona dempari á þessa aðlögun. En það væri auðvitað ekki, við værum ekki lengur með þá íslensku krónuna sem hefur verið svolítið svona að dempa þessar hagsveiflur okkar. Og það áhugavert í þessu samhengi og mikilvægt að halda til haga að þau hagkerfi sem eru auðlindadrifin meðal vestrænna ríkja, ég nefni Noreg, Chile, Kanada, Nýja-Sjáland, Ástralía. Þetta öll ríki sem kjósa vera ekki í myntbandalagi eða festa sinn gjaldmiðil við annan gjaldmiðil af ástæðu vegna þess að þau eru auðlindadrifin og það kannski þeirra mati þá að það sé ákjósanlegra að vera þá með sveigjanlegan gjaldmiðil og sjálfstæða peningastefnu. Og mér finnst þetta þess vegna mjög mikilvægur punktur í allir þessari umræðu að við ræðum það hvernig íslenskt hagkerfi auðvitað ólíkt öðrum hagkerfum í Evrópusambandinu. Þetta eru mestmegnis þekkingar og þjónustu drifin hagkerfi. En við erum allt annars eðlis, við erum auðvitað auðlindadrifin. Lágir vextir, Dagur. Já, má ég kannski að svara þessu fyrst af því að þetta spennandi umræða? Ég ætla að fá kannski að leiða inn í svarið. Okay. Af því að ég vil fá að tvinna inn í þessa spurningu. Hér eru vextir hærri en annars staðar. Við höfum verið að berjast við þráláta verðbólgu og því fylgir kostnaður að halda úti eigin gjaldmiðli. Það getur verið viðskiptakostnaður, menn nefna oft gjaldeyrisvaraforðan sem nú reyndar kannski sér umræða sem væri vert að taka. En hinir þættirnir sem að Ásdís nefnir og þú ætlar að fara að svara, ert þú sekur að draga fjöður yfir eða gera lítið úr því, er misgengi í þessar umræðu hjá okkur vegna þess að menn annarkvort einblína alfarð á kostina eða alfarð á gallana? Það auðvitað hættan í svona umræðu en ég bendi reyndar í greininni sérstaklega á þessa umfjöllun ókostina. En það breytir því ekki að í þessari skýrslu frá 2014 megin niðurstaðan þessi velferðarábati. Og ef við segjum nú að það sé eitthvað til í því sem Ásdís segir að skýrslan sé einhverju leyti úrelt, þá ætla ég að færa rök fyrir því að hún úrelt á þann hátt að það í raun styrkir sjónarmið þeirra sem tala fyrir evru. Og af hverju það? Það vegna þess að nýjar rannsóknir, því að við þekkjum eins og orðræðu sem Ásdís var að fara yfir, en nýjar rannsóknir eins og til dæmis sérfræðingarskýrslan sem kom á dögunum, hún dregur fram að ólíkt því sem gilti fyrir nokkrum áratugum í okkar auðlindadrifna hagkerfi, þá íslenskt hagkerfi orðið fjölbreyttara og það hefur haft þær afleiðingar að hagkerfi okkar sveiflast miklu líkar Evrópu heldur en áður. Og þá fara út mikilvæg rök fyrir því að hafa sjálfstæða peningastefnu. Það vigtar einfaldlega léttar vegna þess að þú hugsar sjálfstæðið sem tæki til þess að bregðast við þegar við sveiflumst öðruvísi heldur en aðrir. Punktur 2 í þessari sérfræðiskýrslu síðan að ólíkt því sem við höfum haft tilhneigingu til að segja umræðinu og Ásdís nefnir hér að krónan hafi virkað sem dempari, þá hefur hún þvert á móti frekar verið sem magnari og ýkt viðbrögðin upp og niður og þannig í raun valdið kostnaði en ekki takmarkaðan. Hvernig hefur hún, getur þú nefnt dæmi það, hvernig hún hefur ýkt þetta? Því að eitt af því sem ég hef tekið eftir bara því ég fylgist með gengis ásónum við dollarin og evru, að eftir því sem að til dæmis innflæða ferðamennu verður meira eða álverða hækkar, að þá hefur krónan styrst. Þekktasta og stærsta dæmið þegar vaxtamuna viðskiptin í aðdraganda hrunsins leiddi til mjög mikils innflæðis fjármagns sem síðan leiddi til gríðarlegs falls krónunar
í hruninu og það fall hefði verið ennþá meira ef að við hefðum ekki gripið til þess sem að Ísland hefur margoft gripið til á lýðveldistímanum áður sem voru fjármagnshöft. Þannig að þarna og þessi greining liggur bara fyrir og það að vísa fólki á hana. Við þekkjum þetta með vaxtamunaviðskiptin en að því að við erum eiginlega að tala tvær tegundir af krónu í gamla kerfinu og svo krónuna í nýja kerfinu sem var byggt hér upp eftir hrun, til dæmis með gríðarlegum eiginfjárkvöðum á bankana og annað í þeim dúr. Hefur einhver dæmi það sem að krónan hefur reynst magnari eftir að við losnum úr höftunum? Já, þessi greining fyrst og fremst greining á síðustu 20 árum og þetta er megin niðurstaða hennar og ég verð að segja að það komur svolítið óvart að Ásdís liti peningamálastjórnina að undanförnum svona jákvæðum augum þó að ég taki alveg undir með henni að ýmsara tillögunum sem að þið gerðuð 2018 sem hafa verið framkvæmdar hafi verið til góða að þá bara staðan eins og hún blasir við venjulegu fólki og venjulegu fyrirtækjarekendum þessi, það ennþá verðtrygging. Við erum með verðbólgu í 5,3%, stýrivextir þurfa að vera meir en 2,5% hærri til að glíma við það, ólíkt löndunum sem við berum okkur saman við og sérstaklega evrusvæðinu. Við erum með hærri bindiskyldu í Seðlabankanum heldur en við erum yfir 1000 milljarða í gjaldeyrisvaraforða eins og þú nefndir, við erum með belti, axlabönd og axlabönd en kannski bara enga buxur. Það er nú eiginlega allar stóra gjaldeyrisvaraforða þannig að það er nú ekki röksemd í málunum en það sem ég var að spyrja út í það er nefnilega það sem að við höfum notað sem tæki til þess að reyna að minnka gengissveiflur á þessum tíma og gengið hefur ekki sveiflað eins mikið og stundum áður en það hefur líka kostað, bindiskyldan kostar og hún fer bara beint út í vextina í gegnum bankakerfið og raunvaxtamunurinn á milli okkar og evrusvæðisins sá að heimilin á hverju ári að borga yfir 100 milljarða í auknar álögur, vaxtakostnað vegna þess ég verð aðeins að fá að koma hérna, því ég held að hér sé ákveðnar rangfærslur á ferðinni. Seðlabankinn hefur ekki verið að beita gjaldeyrisvaraforðanum til mikil inngripa, þvert á móti. Og ég spurði að því þú segir að krónan valdi þessum sveiflu aukandi áhrifum. Þú nefndir ekki dæmi eftir að með breyttu kerfinu. Höfum við dæmi að krónan... Jú, rannsóknin fjallar akkurat síðustu ár. Ef hún fjallar Nei, hún tekur síðustu áratugin eins og sagðir áðan. Hún tekur síðustu 20 ár. En ég bara veltaði fyrir mér að mér þetta áhugavert að sjá það því að maður hefur upplifað frekar á hinn veginn að krónan hafi reynst dempandi þegar að það hefur eiginlega ofhitnaði hagkerfinu. Já, þetta hefur gjarnan verið sagt en þessi rannsókn dregur það fram að hún hefur frekar verið magnari. Ef einhvern lesa mjög aðgengilega grein frá fagmanni sem komum svona þungavættar innlegg inn í þessu umræðu bara í gær, þá bendi ég á grein Arnór Sighvatssonar, fyrrverandi aðstoðarseðlabankastjóra, sem hann skrifa á Vísi í gær og einmitt að draga þetta fram meðal annars og með bara mikil... Þú ekki með neitt dæmi Jú, ég með heila rannsókn sem 5 sérfræðingar voru að skila að beiðni fjármálaráðuneytisins þar sem þeir voru ekki beðnir að taka afstöðu til evru eða krónu, heldur skoða hvernig þetta er reynst og þeirra niðurstaða var krónan hefur frekar verið magnari heldur en dempari. Síðustu 20 ár. Já, en aftur, þarna hefur Seðlabankastjóri og Seðlabankinn svarað og bent á að þessi rannsókn byggir á því að það verið að bera saman ólíka peningastefnu. Það hefur orðið breyting á síðustu 2 áratugum og það ekki hægt að horfa til þess hvað gerist fyrir 20 árum síðan og segja að gengi krónar hefur verið sveiflum magnandi. Þú verður auðvitað að horfa á síðustu ár frá því við tókum upp nýja peningastefnu. Og það auðvitað staðurinn sem að Stefán Einar hefur sagt hér að krónan hefur verið stöðugri heldur en flestir gjaldmiðla meðal annars evran, þannig að það ekki hægt að segja þetta sé sveiflukenndur gjaldmiðil. En aftur mér langar þú getur alveg hort frá fjármálahruni en það var bara allt önnur sem betur fer hafa átt sér stað jákvæðar breytingar á íslenskri peningastefnu og hvaða jákvæðar breyting hefur átt sér stað? Já, það búið að lyfta fjármálastöðugleikunum ofar. Við erum búin að taka fjármálaeftirlitið inn í Seðlabankann. Við erum með 3 nefndir núna, peningamálanefnd, fjármálastöðugleikanefnd og fjármálaeftirlitsnefnd af ástæðu. Og þetta eitthvað sem að Guðminn almáttur, ég held að við öll hefðum vilja hafa slíka peningastefnu hér á árunum 2005-06 fram að fjármálahruni. En það hafa hins vegar jákvæðar breytingar á sér stað og það mikilvægt að horfa til þess þegar við erum að vega og meta hvort að íslenska krónan
sé sveiflujafnandi eða ekki. Hins vegar, það sem mikilvægt að hafa í huga, sem mér fannst mjög skýrt í þessari skýrslu, sem mér fannst miður og var ekki dregið fram í þinni grein, var þessi fórnarkostnaður. Eitt og sér það að við erum með íslensku krónuna og við erum með okkar peningastefnu sem við ráðum sjálf yfir, en ef við fórnum þessu og göngum í myntbandalagið, að þá fórnarkostnaður sá að við munum taka út aðlauna í formi aukins atvinnuleysis eða nafnlauna lækkana. Og það sem áhugavert í þessu samhengi til dæmis að horfa til Finna núna. Það sem Finna lendi í þarna 2022. Þeir voru með mikilvægi viðskiptasambönd og Rússland var mikilvægt útflutningsmarkaður fyrir Finna. Og það sem gerir svo að Rússar ráðast inn í Úkraínu. Það koma þá eðlilega fram, eðlilega bara stoppa öll viðskipti þar á milli. Þannig að Finnar lenda í gríðarlegum samdrætti þarna rétt eftir heimsfaraldurinn. En á sama tíma auðvitað allt önnur hagsveifla annars staðar og Finnar ekki, ég myndi ekki segja verið auðlindadrifið hagkerfi, en þetta voru samt auðlindir sem þið voru sannarlega að flytja út til Rússlands. Og hvað gerist? Já, Evrópski seðlabanki fer að hækka stýrivexti og þetta dýpkar enn frekar samdráttinn í Finnlandi. Atvinnuleysi í Finnlandi í dag í kringum 10-11%. Atvinnuleysi meðal ungs fólks í Finnlandi 25% og langtíma atvinnuleysi 3%. Þeir tóku út þessa aðlögun í gegnum atvinnuleysi. Og það ýmislegt annað með finnska hagkerfi sem má gagnrýna, meðal annars framleiðni sem og líka öldrun þjóð og annað, en það breytir þó ekki því að þessi samdráttur sem þau urðu fyrir þarna árið 2022 dýpkaði enn frekar vegna þess að Evrópski seðlabankinn var auðvitað bara að horfa á önnur hagkerfi innan Evrópusambandsins og hækkuðu stýrivexti sem að sjálfsögðu hafði neikvæð áhrif á það sem að Finnar voru að glíma við á þessum tíma og eru enn að glíma við í dag. Býtum aðeins, Seðlabanki Evrópu hækkaði stýrivexti í hvað? 2,25%. Þannig að það eru stýrivextinir sem að Ásdís segir að Finnar sig að glíma við. Við erum með 7,75%. En þú getur ekki horft á nafnvexti. Á heimilum og ef við horfum á raunvexti þá munum 4,5%. Nei, þetta ekki rétt. Þetta ekki rétt. Ég verð að fá svar þessu. Og þess vegna ætla ég aðeins að fá að fara yfir þetta, að þó að það sé alveg rétt hjá Ásdísi, að það hafi verið settar upp 3 nefndir í staðan fyrir eina og fólki að standa sig vel í Seðlabankanum að ýmsu leyti, það bara verkefnið sem svo erfitt. Þetta óbóðslega litla gjaldmiðlasvæði og þegar Ásdís og félaga gerði sína skýrslu 2018, þá verður beinlínis fyrirlagt að skoða ekki mögulega aðra mynt, heldur halda sig við það að reyna að bæta peningamálastjórn með krónunni. Og hver niðurstaðan? Þessi rosalega munur í raunvöxtum, þessi rosalegu álög á heimilin yfir 100 milljarðar, þessi rosalegu álögur á fyrirtækin í formi vaxta, en þetta birtist líka í því að bara þegar við erum að borga bjór á Tenerife, að sko heildar kreditkortakostnað vegna gjaldmiðlaskipta á ári milli 20 og 30 milljarðar. En krónan reyndar svo sterk að bjórinn kostar ekkert á Tenerife á móti, þannig ég myndi nú bara að tala við þá sem á Tenerife. Bjórinn bara kostar víst. Og ég ætla bara aðeins að fá að ítreka þetta að það er að tala jákvætt umbætur frá 2018, það er að tala jákvætt breytt lögum Seðlabanka. Við erum ennþá með verðtryggingu, við erum ennþá með lang hæstu húsnæðisvexti í Evrópu, við erum með gríðarlegan mun á verðbólgu og stýrivöxtum annars vegar, við erum með óbærslegan kostnað vegna gjaldeyrisvaraforða og mjög mikið áhættu álag á öll íslensk fyrirtæki, meira sem þau sem geta tekið lán í evrum, fá Íslands álag og allt þetta myndi breytast og auðveldast viðskiptin ef við værum með evru. Þannig að sko tölum ókostina en kostirnir trompa þetta margfalt. Þetta samt að vera með réttar tölur. Sko, förum aðeins yfir tölurnar eftir. Við þurfum að taka þetta varðandi sko herrkostnaðinn af því að missa peningamálastjórnina. Og þetta dæmi frá Finnlandi, það er rétt, vextirnir eru lagri þar heldur en hér, en Finnar í rosalegum herpingi. Og þess vegna spyr ég til dæmis, ef myndum við geta lent í svipuðum aðstæðum, ef að hér þið mikill aflabrestur af einhverjum ástæðum vegna mengunarslyss eða þess að deilistofnar myndu hverfa hér út á lögsögunni. Og á sama tíma væri Seðlabankinn til að bregðast við einhvers konar þenslu í Þýskalandi eða Spáni að hækka vexti.
myndum við þá ekki lenda í sama herpingi og Finnarnir að gera í dag? Seðlabanki Við verðum í betri stöðu að mínum mati með evru heldur en krónu í því. Það einfallega niðurstaða af þessum greiningum að við erum að sveiflast bara mjög svipað og Evrópa. Það meðal annars vegna þess að hlutdeild ég er að segja ef það myndast hugvitsgreina í útflutningi að aukast og núna komin upp fyrir sjávarútveg. Við erum með fjölbreyttara atvinnu. Ég veit það, ég er að spurja ef að við lendum vegna auðlindan okkar í því að það verður ekki samhverf sveifla eins og Finnarnir að lendi núna, ef það gerist. Þá þarf þetta að gera ráð fyrir því að sjávarútvegur sé jafn stór hlut af útflutningi og hagkerfinu eins og hann var í gamla daga. Hann það bara einfallega ekki lengur. Það getur verið ferðaþjónusta. Finnland ekki auðlindadrifið eins og við lendum í því að eitt álverið hér lokaði. Sko, ég bara að segja, ef að eitthvað af okkar grunnatvinnuvegum tekur á sig högg á sama tíma og Evrópski seðlabankinn ákveður að skrúfa vextina, þá lendum við í sömu aðstæðum og Finnar. Það ekki alveg mál? Og þú nefnir, ég ætla að fá að nefna eina tölu í því sambandi, því að þú segir að þessi 100 milljarðar kostnaður á krónunni. Bara fyrir heimilin. Þá ég bara að tala um það sem fyrir heimilin. Þá þurfum að bæta við fyrirtækjunum, þurfum að bæta við ríki og sveitafélögum. Þetta bara hluti af kostnaðinu. Hér hefur doktor í peningamálahagfræði komið og sagt að 1% aukið atvinnuleysi kosti þjóðarbúið 150 milljarða ári. Já, þú ert að vitna í Jón Egil. Jón Helga Egilsson. Já, Jón Helga, mér finnst hans greiningar mjög hæpnar, ég vil bara segja það og lítil rök og tölu sem að hann hefur sett fram. Ég ætla að benda á þær greiningar á vaxtamununum sem raunverulega til staðar sem hafa verið birti nýlega og ég held að megin niðurstöður skýrslunar frá 2014 sem sagði það getur þurft leiðréttingu í gegnum atvinnuleysi til skamstíma en það ekkert sem bendir til þess að langtíma atvinnuleysið yrði meira. Og það meðal annars vegna þess að við sjáum í greiningum bæði gömlum og nýjum að viðskipti myndu aukast. Nýja sérfræðingarskýrslan talaði alltaf 30%. Þannig að þetta skiptir mjög miklu máli og við erum ekki að tala Ísland. Við höfum ekki fólk til að auka. Við erum ekki að tala Ísland með krónu versus eitthvað Evrópuland. Við erum að tala Ísland með krónu eða Ísland með evru. Hvernig hefur auka viðskiptum 30%? Það er svo mikill viðskiptakostnaður sem verður til vegna þess að við erum með smæstu mynt í heimi. Af þeim þjóðum sem eru 78, sem eru undir 2 milljónum, þá bara ein þjóð sem með sjálfstæða mynt sem flýtur. Og það gerur hún án hafta bara stundum vegna þess að gegnum lífeyrisöguna höfum við nær alltaf haftana í höftum. Og ef þú talar bara við fólk sem að stofna eða reka nýsköpunarfyrirtæki og að selja vöru yfir landamæri, þá myndu þau öll segja þér hvað það felst mikill viðskiptakostnaður í því að þurfa að vera með þessi gjaldmiðlaskipti og í raun eigum við ekki að þurfa að vera að rökræða þetta heldur ætti Ásdís að vera að rökræða þetta við markaðinn vegna þess að markaðurinn hefur komist að þeirri niðurstöðu að það þurfa að vera gríðalegur vaxta munur á krónunni og evrunni að það þurfa að vera verðtrygging vegna þess að treyst ekki krónunni og meiri segja að þá eru erlendi fjárfestar í hverfandi mæli að kaupa krónu jafnvel þó að vextirnir séu svona háir. Áður en ég hleypti þér að Ásdís, þannig að niðurstaðan svo Dagur að þú hefur ekki áhyggjur af því að við gætum lent í því sama og Finnar að lendi í raunheimum að fá hér stóraukið atvinnuleysi eða þurfa að bregðast við með nafnlaunarlækkunum á launum eins og menn hafa þurft að gera í Eystrasaltsríkjunum í aðdraganda upptöku evru og slíkt. Við þurfum aukinn aga á vinnumarkaði. Það ein af afleiðingu þess að taka upp evru. En mér finnst skrítið... Við þurfum aukinn aga á vinnumarkaði óháð því. Akkurat, og þess vegna finnst mér svo skrítið að svo margir sem hafa talað fyrir því árum saman að þurfi aukinn aga á vinnumarkaði telja það núna sem einhvern ókost við upptöku evru að þurfi aukinn aga á vinnumarkaði. Hverjir eru það? Mér finnst alltaf látið í það skína að það sé kostnaður við að taka upp evru að það þurfi aukinn aga á vinnumarkaði. Þegar í mínum huga þá þarf aukinn aga á vinnumarkaði en við þurfum líka lægri vexti, við þurfum lægri verðbólgu, við þurfum minni viðskiptakostnað, við þurfum að gera það auðveldara að flytja í notaðan bíl frá Þýskalandi og allt þetta
myndi líka fylgja með og þess vegna stendur þessi megin niðurstaða að það væri gríðarlegu velferðarábati fyrir samfélagið að taka upp evru. Við þyrftum að gera ákveðna breytingar, já, myndum við lendi í því sama og Finnar. Ég var í Finnlandi og var að ræða þetta við ráðamenn þar. Ræturnar eru miklu flóknari, ná alveg aftur til falls Nokia eða þegar Nokia dróst mjög mikið saman, en stóra skýringin eru, já, Rússland og Rússlandsviðskiptin. Það engum sem dettur í hug í Finnlandi og það gríðarlegu stuðning og bæði við Evrópusambandið og evruna þar, það engum sem dettur í hug að fara út úr þessu. Þeir náttúrulega eðli málsakað að gera í brækurnar af ótta við Rússana, þeir óttast að þeir verði næstir. Já, sko, það má margt Finna segja en að segja þeir sé að gera í brækurnar, Stefán. Finnar eru best undirbúna þjóð sem að til í Evrópu varðandi þjálfun fólks, þeir geta hvatt 900.000 manns á vývöldi og ég ætla bara að taka hérna hanskan fyrir vini mína Finna vegna þess að við eigum að vera meir eins og Finnar, ekki minna eins og Finnar og á þessu bara stendur. Þeir eru að gera í brækurnar, þeir hlupin í NATO, það myndust biðræðir við bandaríska sendiráða þegar fólk var að reyna að koma sér upp í vegabréfsáritunum leið og stríðibröst út. Fólk lafhrætt þarna og eðlilega samkvæmt. Þannig ég stendur þau orð. Ég fylgdist bara með þessu frá fyrstu hendi í samvinnu við borgarstjóra Norðurlanda. Finnar og Svíar settust bara yfir þetta verkefni. Nú breytt stað í heiminum. Hvernig bregðustu við? Og þeir sem betur fer, vegna þess að styrki líka NATO mjög mikið, fóru þar inn, gerðu það hratt og það bara hluta því að Finnar eru bara vel í stakk búið til þess að takast á framtíðina. Við erum ekki núna í flekkaskilunum, Ásdís, gjör svo vel. Takk fyrir mig langar. Sem ágætt hlaðvarp hjá ykkur. Ég vil nú aðeins koma í umræðinu þennan vaxtamun og hvernig þetta á milli Íslands og Evrópu, sem og líka verðtryggingin, sko Dagur, ef að þú vilt afnema verðtrygginguna, þá þér einum lagi að gera það bara á þingi. En sko verðtryggingin valkostur og við getum hæglega bara afnumið verðtryggingunni ef það vandamálið og ef við ætlum að fara inn í Evrópusamband út af verðtryggingunni, guð minn almáttugur. Það nú ekki alveg rök sem að ég myndi halda hér fram. En það sem að ég vil aðeins koma inn á þessi vaxtamunur og þetta ekki alveg rétt sem haldir hér fram að raun vaxtamunur sé í kringum 4-5%. Mér langar aðeins að fara yfir þetta. Stýrivextir, Seðlabanka Íslands eru 7,75 og verðbólgan 5,3%. Stýrivextir Evrópusambandsins eru 2,25 og verðbólgan þarna 0,25%, eitthvað svoleiðis. Það sem að, fyrir ekki 22%, ok, allavegna, það sem við erum að sjá að raunvaxta munur milli Íslands og Evrópusambandsins, raun stýrivaxta munur, sem skammtíma vextinir okkar. Þetta í kringum 2%. Við getum hins vegar að fara lengra og hort bara til langtíma raunvaxta. Hvernig íslenska ríkið á fjármagni sig? Miða við bara eins og við tölum bara franska ríkið sem við svipa lánshæfismat eins og íslenska ríkið. Já, 30 punktum lægri til 25-30 ára. Raunvextir, 30 punktum lægri í Frakklandi. Miða við Bandaríkin eru við reyndar 30 punktum lægri heldur en Bandaríkin, bandaríska ríkið. Þannig að það ekki hægt að halda því hér fram að við það eitt að gangi í Evrópusambandið sé vera að lofa íslenskum heimilum og fyrirtækjum lægri vexti. Hvernig náum við fram lægri vöxtum? Með ábyrgri hagstjórn. Með því að við sjáum alla arma hagstjórna vinna sameiginlega að því að ná hér verðstöðuleika. Og það svo áhugavert, okkur tókst þetta hér á árum áður. Árunum 2014 til 2020 ríkti hér verðstöðuleiki á Íslandi. Við náðum verðbólgunni niður í markmið. Jú, framan á þessu tímabili var það fyrst og fremst vegna ferðaþjónustunnar, mikið innflæði gjaldeyris, íslenskar króna styrktist, þannig að innlenda verðbólgan sló svolítið á verðbólgu þrýstingin. Svo gerist það 2018 og 2019 að það vill svo til, það bæði aðhald í ríkisfjármálum, sem og líka það samið launahækkanir sem eru svona í takt við bæði undirliggjandi verðmætasköpun á Íslandi og líka í takt við það sem við þekkjum erlendis. Þarna var launatakturinn í kringum 4-5%. Og hvað gerðist? Já, stýrivextir Seðlabankans fóru niður í 2,75% og verðbólgan var 2%. Við vorum með áþekka raunvexti, raunstýrivexti og við sjáum í Evrópu.
Þannig að mínum að þetta leiðin að lægri vöxtum ekki að gangi inn í Evrópusambandið, leiðin að lægri vöxtum alltaf ábyrg hagstjórn og það vill svo til að ef við ætlum að gangi inn í Evrópusambandið, eins og Dagur sannarlega sagði hér áðan, þá þurfum við að breyta vinnumarkaðslíkan, við þurfum að tryggja það að allir armar hagstjórnar gangi í takt og stuðli að efnahagslegum stöðuleika og verðstöðuleika. En það líka áhugavert bara að horfa til þess að við getum gert þetta án þess að gangi í Evrópusambandið og mikilvægt að halda því til haga og það bara blekking ein að segja við íslensku þjóðina að við það að gangi í Evrópusambandið fáið þið lægri vexti. Heimurinn flóknari en svo. Við verðum að tryggja hér ábyrga hagstjórn og það gerist ekki nema allir armar hagstjórnar gangi í takt. Og þetta ekki bara mín skoðun sem hagfræðingur, já þetta bara líka skoðun Seðlabankastjóra Ásgeirs Jónssonar sem kom fram á ráðstefnu núna í júní 2026 og sagði það skiptir ekki máli hvort þið séu með evru íslensku krónuna, leiðin að lægri vöxtum ábyrg hagstjórn. Varðandi vinnumarkaðinn, það vil nú reynda til bara aðeins að kommentera þetta því hér verið að tala lítinn mun á 25 ára löngum ríkisbréfum. Það miklu algengur að horfa á 10 ára ávöxtunarkröfu og þar Ísland með tæplega 7%. Bandaríkjunum um 4,6 en Frakklandi með undir 4%. Hér það nafnvexti? Já, þetta 10 ára ávöxtunarkrafa. En við verðum að horfa á raunvexti þegar við tölum vexti. Hvað segirðu? Þetta bara ávöxtunarkrafa ríkisskuldabréfa. En við verðum, þegar við erum að bera saman milli ríkja, þá segir okkur ekkert að horfa á nafnvexti. Við verðum að horfa á raunvexti. Þetta segir bara mjög mikið verðbólguvæntingar og þar bara þekkt og þið ættu að elska það að ég vitni Milton Friedman, svokallað pesos vandamál, sem nú rakið í rannsóknum sem fjallar Mexíkó og sem önnur lönd, þar sem að tölurnar voru bara fínar en samt var vaxtaálagið rosalega mikið. Við erum klárlega í pesos vandamáli með krónuna, stundum líta tölurnar vel út en alltaf eru verðbólguvæntingarnar mjög háar vegna þess að fólk þekkir sögu krónunar og ég bara skora á ykkur að skoða nýjar greiningar á þessum vaxtamun varðandi húsnæðislánin því að það bara svo veruleiki sem venjulegt fólk að glíma við og það gríðalegur raunvaxtamunur. Já, ég að tala raunvexti upp á 3,5 til 4,5% miðað við evrusvæðið og ég hefði bara rosalega gaman að því að sitja hér með Ásdísi ef að við værum að tala þessar álögur og kalla það á skatta. Má ég aðeins? Að kalla það á skatta. Ef þetta væru 113.000 með við venjulegt húsnæðislán á fjölskyldu og væri skattur eða ennþá hærri fjárhæðir ef þetta væru fyrirtæki. Þetta eru tölur sem fara út úr bókhaldinu hjá venjulegu fólki, renna reynda til bankans en ekki heilbrigðiskerfisins. Ef við værum að kalla þetta þennan vaxtakostnað skatta, sko ég skil, Sjálfstæðisflokkurinn eini hefðbundi hægri flokkurinn í Evrópu sem á móti Evrópusambandinu og evrunni. Þú veist, þetta þarfnast bara einhverjar útskýringar af hverju við getum ekki sameinast það að horfa á hagsmuni heimilana, horfa á hagsmuni lítilla og meðalstóra fyrirtækja, horfa á langtíma stöðuleika, horfa á langtíma kaupmátt, horfa á viðskiptakostnað og þessa almannahagsmuni. Ásdís, þetta bara að færa sín rök og þú færi þín rök, og svo vegur fólk og metur það. En húsnæðislánin, eitt af því sem mig langar til að spyrja því að Konráð Guðjónsson, hagfræðingur, mætti hér daginn og var að sýna fram á kostnað heimilana eða hversu þungt það var eignast húsnæði annars verið í Danmörk og hins vegar hér á Íslandi. Og eitt af því sem að menn hafa bent á að ef við förum inn í evruna og vextir lækka hér dramatískt og hratt, að þá muni eignaverð skjótast hér upp, rétt eins og það gerðist í COVID þegar vextir voru keyrðir niður úr öllu valdi. Þá jókst eftirspurnin á húsnæðismarkaði gríðarlega og húsnæðisverð rauk upp. Það skiptir líka máli af hversu stóru láni þú ert að greiða vexti. Og eitt af því sem hann sýnir fram á að það sé í raun og veru miklu erfiðara og miklu dýrara að koma sér upp húsnæði í Danmörku heldur en hér, þó að þeir séu með gjaldmiðil sem beintengdur við evruna. Aftur vaknar spurningin, hefur engar áhyggjur af því að þetta myndi gerast hjá okkur, þar sé að eignaverð myndi rjúka upp og að meðallán í fyrstu kaupum sem í dag 60 milljónir, að það kannski verið 80, 90 eða 100 milljónir.
Hann að tala áhrifin af því að ungt fólk kæmist inn á húsnæðismarkaðinn. Nei. Að þá verður svo margir fleiri sem að kæmist inn á húsnæðismarkaðinn vegna þess að vexti munu lækka eins og gerðist í COVID og þess vegna myndi eftirspurnin aukast vegna þess að kaupmáttur fólks í húsnæði var að aukast. Nú verð ég að stoppa þig. Nú út af hverju heldur þá að hann sé að spá hækkandi húsnæðisverði? Þetta snýr að því að þegar að fólk þegar greiðslubyrði lána lækkar, að þá getur fólk keypt dýrara hús, þá ekki bara við fyrstu kaupið, þá bara við mig og þig og alla. Já, því þurfti að mæta með að byggja meira, það alveg klárt og Spánverjar gerðu það til dæmis þegar þeir tóku upp evruna vegna þess að öll evrulöndin eiga það sameiginlegt í sinni sögu að bæði verðbólga og vextir komu niður. Í sumum löndum eins og Spáni og Portugal þá gerðist það að húsnæðisverð jókst. Það bjóð til í raun mikið eigifé hjá þeim sem áttu húsnæði fyrir. Dagur, þetta ekki rétt. Og það leiddi til mikilla nýbyggingar. Ég þarf að lesa þetta hérna í skýrslu sem að þú bara kynna þér. Já, við skulum fara yfir hana. Það þarf að byggja meira húsnæði ef að fólki fjölgar. Eða fleiri að fara að flytja heima frá mömmu og pappa eða flytja til landsins. Það þarf að byggja meira húsnæði ef að fólki fjölgar á húsnæðismarkaði. Hér verið að tala það að fjármagn verði ódýrara og þar með keyrist verðið upp. Og fólk flytja heiman. Ekkert flytja heiman, það bara, fólk getur bara keysið dýrari eign. Þetta bara algjör innspýting á markaðin fyrir alla sem á markaðinum. Hefur engar áhyggjur af þessu? Þetta bara eitthvað villuljós? Nei, þetta, ábyrg stjórn á svona innleiðingaferli fæli það í sér að það yrði hort á þetta. Það væru nokkur ár í þetta og við myndum þurfa að stilla af til dæmis uppbyggingaráformum í Kópavogi sem hefur dregist mjög saman, svona langtíma meðaltali af ástæðu og svo framvegis til þess að mæta þessar eftirspurn, það er rétt. En þarna værum við að fá aukna eftirspurn, ekki síst vegna þess að kynslóðir ungs fólks sem eru núna í foreldrahúsum hefðu kannski fyrsta skipti í langan tíma færa og fara út á húsnæðismarkaðinn. Það er einn ángin. Ég er að benda á fólki sem er þegar inn á markaðinn og getur keypt dýrari. Við höfum hingað til talað það sem vandamál og þetta unga fólk kæmist ekki út á markaðnum vegna hás vaxtakostnaðar. Ég hef tekið undir það og þetta myndi koma til móts við þennan hóp. Þú vilt auka framboðið, en hvað getið þið gert annað í innleiðingarferlinu til að koma í veg fyrir að þessi eignaverðshækkun býta okkur í rassinn? Það er bara mál sem þarf að útfara með okkar besta fólki og Seðlabankinn hefði átt að gera til dæmis grípa til ákveðna mótvægisaðgerða áður en vexti voru lækkaðir í COVID eins og þú nefndir. Svíar gerðu það til dæmis. Þannig að það eru ýmist tæki í þessu. Þessi saga er þekkt. Það eru það mörg lönd núna búin að taka upp evru að við getum lært mjög mikið af þeim. Króatíu er eitt þeirra. Seðlabankastjóri Króatíu var hér daginn, var í frábæru viðtali í Morgunblaðinu sem ég mæli með. Þar sem að hann lýsti því hvernig þau stóðu að þessari innleiðingu. Og það leiddi til lækkunar verðbólgu, lækkunar vaxta eins og í öllum öðrum löndum sem hafa tekið upp evru og það myndi ekki bara nýtast. Hvernig þróaðist eignaverð í Króatíu? Ég þekki ekki Króatíu í einhverjum smáðurum og það er hægt að kynna sér það en ég held að þetta efli hagkerfin alveg klárt. Auki eigið fyrir þeirra sem eiga húsnæði fyrir getur haft áhrif á hækkun á markaði gagnvart þeir sem eru að koma inn á hann nema þessi nægilega mikið byggt og þetta eru þekkta stærðir sem hægt er að bregðast við. En kostir þess að lækka vexti nýtast ekki bara ungu fólki sem er að fara inn á húsnæðismarkaðinn, heldur ekki síður þeim sem eru bara að reka fyrirtæki. Þetta verður ekkert vandamál. Venjuleg rekstrarlán til fyrirtæki á Íslandi í dag eru 11-13%, á byggingamarkaði oft 16%. Þú veist, þetta er svo mikill vaxtakostnaður sem sambærileg fyrirtæki í Evrópu þurfa ekki að glíma við og það verður bara að tala um þetta, draga þetta fram og halda staðreyndu til haga í þessu umræðu. En Dagur, þetta er alveg óboðslega barnanir nálgun hjá þér að vera að horfa bara á hvernig vextir í Evrópu og yfirfæra það yfir á íslenskt hagkerfi. Þegar þú hefur sjálfur sagt að það þarf að eiga sér stað tiltekt til dæmis með vinnumarkaðinn. Og ég meina, hér er verið að ræða verðbólguvæntingar og verðbólguhorfur. Af hverju heldur þú að verðbólguvæntingar séu háar? Er það kannski af því að laun opinberra starfsmanna hafa verið að hækka 10-11% eða laun hér og launahækkanir almennt á hverju einasta ári eru 2-3 sinnum á það sem við sjáum í öðrum ríkjum? Má vera líka ríkisfjármálin hafa ekki verið nægilega aðhaldssöm til að stuðla að verðstöðuleika? Þetta er það sem er að hafa áhrif á verðbólguvæntingar og verðbólguhorfur.
Ég held Þannig að að mér saga finnst krónunnar þetta- hafi mjög Nei, mikið með Dagur, það að nú má- gera. nú má ég leyfi Sjálfstæðisflokkurinn hefur þér. stjórnað í Heyrðu. 62 af 82 árum í Stefán, Dagur. Stefán, mér finnst rosalega erfitt. Það eru alls konar rangfærslu sem hafa komið hér fram og ég er að reyna... Nú ætlar Ásdís að svara, Dagur. En ég vil líka, höldum því efnir, við erum ekki að tala um Ólaf Thors eða ykkur að slíka. En sko líka það, mér finnst líka barnanir nálgun að segja það, ég sé ekki að hugsa um hagsmuni heimila, af því að ég er bara ósammála þér að það sé hægt hér að lofa heimilum eða fyrirtækjum lægri vexti við það eitt að gangi í Evrópusambandið. Leiðin að lægri vöxtum er ábyrgari hagstjórn, við sáum það 2018 og 19 og við getum vel gert þetta aftur, en þá þarf að vera samfélagsleg sátt um það hvernig við ætlum að dreifa verðmætum og hvernig við ætlum að haga hagstjórninni hér á Íslandi. En laun hafa hækkað hér, eftirmaður þinn tók nú sólóleik hérna gagnvart kennurum og hækkaði laun langt umfram það sem að aðrir sveitarstjórar höfðu samþykkt. Það er verið að tala um það að taka til í ríkisfjármálunum og þú ert nú í fjárlaganefndinni og opinberum starfsmönnum fjölgaði 1000 á 12 mánaða tímabili. Það er ekkert sem bendir til þess að menn sem að tala mjög fjálglega um að það þurfa að breyta áherslu hér séu nú verið að gera það. Menn halda bara áfram að skrúa upp launin og menn halda bara áfram að þenja út ríkisbáknið. En þetta er ástæði fyrir því að verðbólgu, við náum ekki tökum á verðbólgun og verðbólguhorfum. Verðbólguvæntingar eru háar af ástæði. Það er bara bursi frá því hvað er að gerast í Evrópusambandinu. En þurfum við Evrópusambandið til þess að laga þetta? Erum við búin að gefast upp hvað þessu verkefni? Það er mjög traust, þekkt og góð leið En höfum við gefast upp hvað verkefninu? Ég er að svara spurningunni, að gangi Evrópusambandið og taka upp evru. Það er sameiginleg reynsla allra landa sem hafa tekið upp evru að verðbólga lækkar og vexti lækka. Það er vegna þess að Evrópski seðlabankinn hefur meiri trúveruleika og traust, þannig að vextirnir lækka að því sem það er á evrasvæðinu meiri sé áður en evran er tekin upp leið og það er komin trúveruleiki á þessa stefnu og á þessa áætlun, þá lækka vextirnir. Hafið þið gefist upp gagnvart verkefninu? Og þegar að til dæmis Króatara, þegar við vorum að nefna það, tóku loks upp evru, þá voru 75% allra lána þegar komin í evru. Hafið þið gefist upp á verkefninu? Nei, núverandi ríkisstjórn er að taka þetta fastari tökum heldur en fyrir ríkisstjórnir að Daði Már sagði að fækka ríkisstarfsmönnum, opinberum starfsmönnum fjölgar 1000 á milli ára. Já, ef við skoðum meðaltal síðustu 20 ára, og það skiptir reyndar ekki máli hvort við skoðum síðustu 20 ára eða 30 ár, þá er meðal verðbólga rétt rúmlega 5%. Og meðal stýrivextir eru 7,75%. Þannig að það er... Þeir eru bara það í dag, þeir eru óvenju háir í dag með við sögulega séð sko. Nei, ég er búin að skoða þessi meðaltöl og þeir geti gert það líka. 2011-2020 voru meðaltali 5%. Þetta er allt saman opinber gögn. Og hérna, ef maður tekur út hérna kúfana, að þá er þetta lækka meðaltali, en ef maður tekur allt tímabilið, þá er þetta svona. Og það er ástæðan fyrir þessum verðbólguvæntingum, alveg eins og ég var að nefna þetta klassíska pesos-vandamál, að Íslendingar, þeir þekkja krónuna, þekkja sögunar, þeir bara lifi þeim veruleika að það er verðtrygging vegna þess að markaðurinn treystir ekki krónunni. Við erum með miklu hærri vexti og mér finnst rosalega billegt 18 mánuðum eftir að ný ríkisstjórn tekur við að fulltrúar stjórnmálaflokk sem hefur stýrt Íslandi í 62 ár af 82 í lýðveldissögunni með alla þessa verðbólgusögu, gengisveiflur og óstöðuleika skuli segja af hverju er ekki búin að laga þetta? Af hverju eru ekki búin að laga þetta? Mér finnst ótrúlegt að ég hafi þurft að bíða hér í 30 mínútur eftir því þú færi að stimpla mig. Alveg ótrúlegt. Það er alltaf að lengjast í þessu, þannig að þetta eru framfæri hjá þér. Þetta eru auðvitað flokkur sem líka stuðla að bættum lífskjörum. En aftur, má ég aftur fá svar við því? Verðbólguvæntingar og það hvernig launaþróun hefur verið hér á landi, heldur ekki verðbólguvæntingar séu háar af því að launahækkanir hér eru 2-3 sinnum meira heldur en gengur að gerist annars staðar. Heldur ekki að þetta hafi áhrif á verðbólguvæntingar, til dæmis út úr nefni markaðin, heldur ekki að markaðin séu að fylgjast með íslenskum hagtölum og sjá það gengur ekki alveg upp að hér séu launahækkanir allt upp í 11% í opinberum starfsmönnum og hvað er þetta mikið? 8-9% á almennum markaði. Heldur í alvörunni að þetta hafi ekki áhrif á verðbólguvæntingar og sé í raun ástæða þess að við erum með háa vexti? Ég held við meira að við séum stödd í stöðu já, þar sem að mörg fyrirtæki er að velta kostnaði út í verðlagið og þar með skapa verðbólgu.
okkur hefur ekki ennþá tekist að ná þeirri samstöðu sem ég þekki úr sögunni þjóðarsáttina. Nei. Og þá sem að náðu samtök verkalýðshreyfingin og hún var náttúrulega lykil aðili í þessu en líka bændur og samtök atvinnulífsins á þeim tíma saman þetta. En hvað var þar undirliggjandi? Þar undirliggjandi var fastgengistefna sem var tekin upp 1989. Þá var tengt í aðdraganda upptöku evrunar við í raun þýska markið og í raun svona evru þess tíma. Og þetta fastgengistímabil, það hélt alveg til 2001 og bara mikið farsælda tímabil í íslenski hagsögu. Þannig og það engin tilviljun að mjög margir af okkar bara sögulega bestu hagfræðingum hafa hallast að því að fastgengi sé betra heldur en það þegar hluti vinnumarkaðarins sér eftir að gera einhverja kjarasamninga, beitir ríkisstjórnina þrýstingi eins og var allsíða hérna á áratugum áður til þess að fella gengið og leysa svo snurunni. Það ekki mikið betra núna þegar fyrirtæki að velta þess út í verðbólguna vegna þess að verðbólgan bitnar svo mikið á fólki á Íslandi vegna verðtryggingar. Þetta fer bara beint inn í lánin. Þá vil ég aftur spyrja, þegar ég heyri það að þú hefur mikla trú á fastgengi eða myntbandalagi, sannanlega og kemur kannski engum óvart hér, en hvaða afleiðingar hefur það ef við höldum áfram að hækka laun 2-3 sinnum á við það sem gengur og gerist í Evrópusambandinu, í evruríkjónum, ef við höfum ekki fljótandi gjaldmiðil. Hvernig mun aðlögunin eiga sér stað? Það mun eiga sér stað í gegnum hærra atvinnuleysi eða þá að við neyðumst til að lækka launin okkar. Þú veist, það eru engar töfra lausnir á vinnumarkaði. Nákvæmlega Dagur og þannig nær þú þannig náum við Nei, býtu, ég skil ekki mér langar að ganga eftir Af hverju gerum við þetta ekki bara? Af hverju fjárranum hafið þið sem stjórnendur stærstu vinnustöð í Íslandi hvað varst þú stjórnandi stærsta vinnustöð í Íslandi lengi? Ég var það í 10 ár. Þú undirritað bara hvert kjarasamningin á fætur og gekk bara býsna vel. Ekki betur svo að kerfi sem þú ert núna að tala að sé algjörlega kola ómögulegt leið fyrir alla þessa launahækkanir. Nei, fjárfesting og framleiðniaukning á því 10 ára tímabili stóð bara býsna vel undir þessu. Ég að tala launahækkanir. Já, ég að tala það. Og það sem þarf að standa undir launahækkunum framleiðniaukning og verðmætasköpun í samfélaginu. Þannig að þar þurfti ekki aukin aga á vinnumarkaði. Jú, það var gert bara Það gekk bara og ég held að Ásdísi sammála því að tímabilið 2014 til 2024 var bara ágætt að þessu leyti. Nei, það var svona 2018 og 2019 sáum við sannanlega launahækkanir í takt við það sem við viljum sjá. Og hvað gerði, Stefán? Hvað gerist þá? Þá náum við verðstöðuleika. Það þarf aukin aga á vinnumarkaði nema hjá Reykjavíkurborg. Nei, það þarf aukin aga og við höfum sýnt hann á köflum en ekki alltaf og það alveg rétt. En það þarf að halda þessu til haga í umræðinu og við þurfum að ná breiðri sátt þetta líka innan verkalýðshreyfingarinnar sem að verkalýðshreyfingin er algjörlega þessum á móti ykkur í þessu. Sumir þar tala gegn þessu þeir sem hafa tjáð og vilja sem að halda þessu vinnumarkaðsmódeli sem núna óbreyttu áfram og ég bara sakna þess að talsmenn fyrirtæki sem sjá þennan vanda mjög líkt og ég stígi ekki meira fram og tali fyrir því að við fáum lægri vexti, lægri verðbólgu, minni viðskiptakostnað, lánveitenda til þrautavara, hættu á fjármála, á bankakrísum, það svo gríðarlega marga kosti. En heldur þú Ásdís og þessir atvinnurekendur sem hafa tjáð sig og Þorsteinn Pálsson vill láta reka, Bogi Níls og Halldór Benjamín, heldur að þeir vilji ekki lægri vexti? Heldur að þeir hafi hag af því að það séu háir vextir í landinu? Kannski sumir, en ég held að rannsóknarefni sé fyrst og fremst hvers vegna Sjálfstæðisflokkurinn eini hefbundi hægri flokkurinn í Evrópu sem á móti Evrópusambandinu og Má ég aðeins fá að svara þessu af því að ég auðvitað rosalega upptekinn af Sjálfstæðisflokknum. Já, mjög upptekinn. Ég náttúrulega oddviti sjálfstæðismanna í Kópavogi. Ef að vaxtakostnaðar væru skattar þá væru allir brjálar á móti þeim. Ég vil aðeins fá að svara þessu af því að hér aftur verið að halda í fram og lofa þjóðinni því að við fáum lægri vexti við það að gangi í Evrópusambandið. Samt sem áður, það slegið í úr vegna svo líka verið að viðurkenna það við þurfum að gera breytingar á vinnumarkaðslíkaninu til að við getum stuðlað að lægri verðbólgu og bjartari verðbólgu horfum. Þannig að við erum þó sammála það, en það ekki rétt að við getum lofað þjóðinni lægri vöxtum við það eitt að gangi í Evrópusambandið með óbreytta hagstjórn.
Leiðin af slíku auðvitað allir armar vinni sameiginlega að því að endurheimta hér verðstöðuleika og lægri vexti. Okkur tókst það 2018-19 og við getum vel gert það, en það þarf að vera samfélagslegu sáttmáli það að þetta svo leið sem við ætlum að fara. Við þurfum ekki að fara inn í Evrópusambandið til að tryggja lægri vexti. Síður en svo, og ef að við förum inn í Evrópusambandið með þetta vinnumarkaðslíkan og það að sjáum hér launahækkanir vera 2 til 3 sinnum á við það sem gengur og gerist annars staðar, já þá tökum við þetta bara aðlaununa út í gegnum aukið atvinnuleysi eða þá að við þurfum að knýja fram nafnlaunalækkanir. Það bara annarkvort eða. Það ekki hægt að lofa því að við fáum bara lægri vexti og þannig verður bara allt í lagi. Við þurfum að taka auglýsingahlé svo að fólk geti hort á auglýsingarnar en poppað og náð andanum undir þessu góða spjalli. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Renault Scenic. Sjáðu heiminn. Heilskoðun hjá Intuens veitir ítarlegar upplýsingar stöðu líkamanns. Með segulómun hægt að greina breytingar og frávik áður en einkenni koma fram. Með þessum upplýsingum getur þú tekið upplýstari ákvarðanir heilsuna þína. Kynntu þér málið á intuens.is. Lexus RX. Komdu og reynslagtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Þá erum við komin að nýju hér að skjánum til þess að ræða Evrópusambandið. Mér langar auðvitað til að færa umræðina aðeins víðar út, en það eitt atriði sem að situr í mér. Það varðar breytingarnar á vinnumarkaðslíkanu og það deilt það verkalýðsforystan vill ekki gera breytingar og þess vegna leggjast þau gegn að Evrópusambandinu. En væri það einnar messu virði að keyra í gegn þessar nauðsynlegu breytingar áður en við myndum í raun og veru taka ákvörðun það að skipta gjaldmiðil. Og þá spyr ég, vegna þess að það í höndum þingsins, Dagur, ykkur ekki í lófa lagið að gera þessar breytingar meðal annars með því að veita ríkissáttasemjara auknar valdheimildir og annað þeim dúr og sjá hvort að það hefði ekki jákvæð áhrif áður en við reynum að koma okkur inn í þetta stóra bandalag á meginlandum? Nei, farsæld Íslands byggir að mörgu leyti á því að við höfum fylgt norrænu löndunum í því að byggja á þríhliða samkomulagi og viðræðum ríkisvaldsins, verkalýðshreyfingar og samtaka atvinnurekenda. Þannig að öll svona skref eru tekin í samtali og samráði. Það kjarni jafnaðarstefnu að vinna þannig með verkalýðshreyfingunni þegar að en þú þarft að taka og að því að þú fullyrtir að öll verkalýðsforystan væri okkur í skoðun í Evrópumálinu, það bara fjarri því. Öll verkalýðsforystan sem hefur tjáð sig. Það bara mjög fjölbreytt og í gegnum árin hef ég átt það mörg samtöl við það marga að ég veit að það mikill stuðningur við það að innleiða norræn vinnubrögð á vinnumarkanum, en það verður að gera það í góðu samkomulagi og alls ekki einhliða af Alþingi eða einhverjum öðrum. Hvað þá í þessu samingi? Það sem við erum að tala Nei, nú ætla ég ef að það reyndin að þingi geti bara ekki komið þessu í gegn. Það verður bara mjög óskilsanlegt. En þetta þarf að gerast hvort þið í aðdraganda Evróputökunnar. Þannig að hvernig ætlar að leiða það til lykta í fyrsta lagi með verkalýðsforystan á móti því að fara inn í Evrópusambandið og taka upp evruna og í öðru lagi í sama veruleik og við búum við í dag? Ég held að við erum að tala hérna miklu hagfelldari umgjörð, eitthvað stærsta skref í kjaramálum sem hægt að taka vegna breytingarna á vinnumarkaðsmódelinu. Nei, vegna lækkunar vaxta. Þeir lækka ekki fyrir að þú er búin að gera þessar breytingar. Nei, þetta eitt af því sem þarf að haldast í hendur og þarf bara að ræðast. Við munum hafa nokkur ár til þess og ég vissum að það að ná landi því í góðum friði. Þegar það verður skýrt fyrir fólki hvað í húfi fyrir vinnandi fólk, fyrir launafólk í formi húsnæðislána, í formi lægri verðbólgu, í formi stöðugri kaupmáttar,
í formi þess að borga minna bara í gegnum kreditkortið þitt þegar þú ert í útlöndum og svo framvegis. Þegar fólk sér staðreyndirnar, þegar við erum búin að fá samning og þetta liggur allt saman fyrir, að þá held ég að sé miklu Þetta liggur ekki fyrir samningi. Það kemur ekkert fram þetta í samningi. Þá liggur það er ekkert í samningum. Þá liggur það miklu betur fyrir. Það er ekkert þetta í samningi. Það liggur það miklu betur fyrir hvað í húfi. Hefur skoðað samningin til dæmis við Króatana, sem eitt nýjasta dæmi? Að sjálfsögðu hef ég ekki skoðað samningin við Króata. Hefur ekki skoðað það? Ég hef ekki skoðað samninga við hvert einasta land sem hefur gengið í Evrópusambandið. Tökum bara eitt nýjasta dæmi. Ég hef hins vegar skoðað hérna nýlega rannsókn sem greinir leið allra ríkja inn í evruna. En það er ekkert í samningunum. Til lægri verðbólgu, allstað til lægri vaxta og þetta svo mikið kjaramál. Ég veit að það, en þú segir að þetta myndi liggja fyrir þegar samningur liggur fyrir. Það ekkert í þessum samningum þetta. Jú, það ekkert í þessum samningum þetta. Felst að það þarf að leggja fram áætlanir umbætur í stofnanaumhverfinu. Þetta eitt af því sem hægt að lesa í þessari ágætu skýrslu frá 2014. Að samningaviðræður kalla ekki á aðlögun, heldur að þú leggir fram plön hvernig þú sjáir fyrir þér að mæta þeim veruleika. Í hvað þá IPA-styrkirnir notaðir ef það ekki aðlögun í gangi? Í okkar tilviki var það notað í að uppfæra tölvukerfi Hagstofunnar til þess að safna gögnum Ísland og bestu gögnin Ísland eru til fyrir eitt tímabil, 2009 til 2013, þegar við vorum síðast í aðildarviðræðum. Þetta voru miklu peningar sem fór í þetta, en eftir það að þá söfnum við því miður minna af gögnum, þannig að eitt af því sem þarf, meiri gögn, betri gögn og ýmsar umbætur sem við gerum þá áætlanir en verða ekki að veruleika nema þjóðin samþykki í seinni atkvæðagreiðslunni að fara inn og að aðild verði að veruleika. En þetta alveg rétt sem Stefán samt að benda á og þú svona óbeint þetta í að líka að auðvitað þurfa að eiga sér stað breytingar hér hjá okkur ef við ætlum að ganga inn í Evrópusambandið. En við getum líka gert þessar breytingar án þess að ganga inn í Evrópusambandið og samt stuðlað lægri vöxtum og lægri verðbólgu. Töfralausnin ekki Evrópusambandið sem slíkt og mér finnst ótrúlegt að heyra hér dag nefna einmitt kaupmátt launa. Hver eru kaupmátt launa hér á Íslandi miðað við í Evrópu? Þau eru 30% hærri en að meðaltali í Evrópu. Þannig að það ekki eins og við séum ekki að upplifa hér auðvitað bara á alla mælikvarða velferðar að þá erum við þjóð bara meðal fremstu þjóða, ef ekki í efstu sætum. Það snýra raunlaunum sem ekkert annað en kaupmáttu launa, við erum efst þar, þannig að það að fara í Evrópusambandið, þú ætlar þá væntanlega að tryggja við séum með enn hærri kaupmátt heldur en við erum með ella utan Evrópusambandsins og ég bara ekki trúi því ekki endilega að það sé lausnin. Nú við erum líka að horfa upp á það að þjóðatekjur á mann, landsframleiðsla á mann, við erum 28 til 30% hærri en að meðaltali í Evrópu. Við erum nú þegar að horfa á þessa efnahagslegu mælikvarða og við erum, og ég vona við sem nú öll sammála því, við erum framúrskarandi á þessa mælikvarða alla. Svo hér stigið fram og verið að tala fyrir hagsmuni heimila þurfum við samt sem að vera gangin í Evrópusambandið vegna þess að með inngöngu í Evrópusambandinu munum við tryggja lægri vexti. Við tryggjum ekki lægri vexti nema það verði breyting á hagstjórn á Íslandi. Við þurfum ekki að gangi í Evrópusambandið til að tryggja lægri vexti. Við getum vel gert þetta sjálf, við höfum sýnt það áður að við getum gert þetta, en það þarf sannanlega að vera samfélagslegu sáttmál það að við virðum þessa leikreglur sem við þurfum að framfylgja til að tryggja hér lága verðbólgu og lága vexti og það getum við vel utan Evrópusambandsins. En nú var dagur að nefna það að flokkurinn sem að þú ert í forystu fyrir eða einn af forystumönnum fyrir hafi lengi verið völd og ekkert hafi gengið inn í rekið í því. Ég líka til þess að sé hægt að fá verkefnisforystuna og atvinnurekendur hvort sem það hjá ríki- og sveitarfélögum eða á almennum vinnumarkaði til þess að setjast niður og finna þessa lausn. Það hefur auðvitað verið reynt að fara í breytingar á vinnumarkaðslíkaninu sem slíku. En það vissulega rétt, það hefur ekki tekist, en burtséð frá því hvort við förum inn í Evrópusambandið eða ekki, þá munum við alltaf þurfa að fara í þessa breytingar. Ella munum við taka út þessa aðlögun, ef við ætlum að halda áfram á þessari braut, þá munum við taka út þessa aðlögun í formi aukins atvinnuleysis. Það blasir við. Ef við förum inn í myntbandalagið, þá fórnarkostnaðurinn sá að við munum taka þann kostnað út með hærra atvinnuleysi heldur við þekkjum. Við förum ekki inn í þetta myntbandalag nema við lögum. Nákvæmlega, en þetta klárlega samtal sem að sjálfsögðu þarf að taka
hjá hinu opinbera, hjá samtökum atvinnulífsins sem og líka verkalýðshreyfingunni. Af því að við getum ekki haldið áfram að sömbraut og ég hef aldrei breytt þeirri skoðun minna. Við verðum auðvitað að huga því ef við viljum endurheimta verðstöðugleika og ná hér lágu vaxtastigi, þá verða allir armar hagstjórnir að vinna og ganga í takt. Og það bara staðreynd að Seðlabanki Íslands hefur nánast án undantekninga verið einn á þeirri vegferð að vinna gegn verðbólgunni og stuðla hér að verðstöðugleika. En okkur hefur tekist áður og við getum vel gert þetta og við þurfum ekki að fara í Evrópusambandið til að sjá hér vexti lækka síður en svo. Má ég aðeins að því að sko það vera svona teiknum einhverja mynd að sko Íslands best í heimi í hagvexti og kaupmætti og eitthvað svona og þessuna sé engin ástæða til þess að skoða aðra kosti, meðal annars inngöngu í Evrópusambandið og upptöku evru. Áfram Ísland sem best fyrir negi birti greiningu upp á 40 síður þar sem að þessu var meðal annars haldið fram. En ég tek eftir að Ásdís nefnir hagvöxt og mann vegna þess að Áfram Ísland gerði það ekki. Áfram Ísland var að tala hagvöxt síðustu ár og sagði þá að Ísland væri í 10. sæti. Ef þetta reiknað sem hagvöxtur og mann þá fellur Ísland niður fyrir meðaltala Evrópusambandsins. Það ekki rétt. Og við erum í 23. sæti og þetta rétt. Þetta víst rétt. Og þú að horfa á þetta hagvöxt og mann kaupmáttar leiðrétt og þá erum við efsta sæti. Þetta allt 28% yfir ESB. Reikjanlega tölur og tölum að þessum kaupmáttina því að Áfram Ísland varum alveg geggja framsetningu því. Úr hvaða skýrslu þetta? Þetta greining sem að Gauti B. Eggertsson, hagfræðingur, hefur tekið saman. Áfram Ísland miðað við kaupmáttaþróun frá 2013. Þannig að hér allt í kalda kóli? Nei, það nefnilega nákvæmlega ekki það sem við verið að segja. Ísland hefur farið frá því að vera eitt fátækasta land Evrópu í að vera eitt ríkasta land heims og þar í flokki með öðrum Evrópuríkjum. Það eins og alveg galin framsetning að halda þið fram að við séum með meistaradeild og ESB séum miðja aðra deild því að þú skoða bara þetta kaupmáttadæmi þá stillir Áfram Íslandi þannig upp að kaupmáttur hafi aukist hér 66% frá 2013 og fram á okkar dag. Og veistu að þetta rétt reikna hjá þeim en ef að miða við til dæmis 2007 að þá vorum við bara rétt að ná sama kaupmætti 2018 erum í 3% og bæði Norðurlönd og ESB erum með meiri kaupmáttaraukningu heldur en við. Ef við förum aftur til 2000 þá er niðurstaðan svipuð þannig að þannig verða að velja sér einhverja forsendur til að gylla myndina og koma einhvern veginn þeirri tilfinningu inn að við þurfum ekkert að pæla í þessu því við séum best í heimi og maður fær eitthvað svona 2007 Mér langar aðeins brag í þetta. Þetta nú mjög fjarri því. Stefán, ég finn þessi mjög vel með því sem var í gangi. Þetta gengur kannski ekki alveg eins langt og það, en ég bendi ykkur á þessa grein sem að Gauti B. Eggertsson birti á Vísi bara fyrir 2 dögum, þar sem hann rekur bæði dæmin á býsna sanngjarnan hátt. Hann ekki að segja neitt sé vitlaust reiknað, bara með því að velja viðmið, með því að taka ekki þróun húsnæðisverð inn í vísitöluna. Það velja allir viðmið. Og nota ekki fjölda vinnandi, heldur vinnustundir, að þá fær þessi brenglaða mynd. Þú vilt ekki svara spurningu minni sveifluaukandi eða minnkandi krónu og velur þér 20 ára tímabil og ég vísa bara í nýja rannsókn 5 erlendra sérfræðingar sem sögðu að þetta væri magnað. En má ég aðeins, mér finnst alveg bagalegt að vera hér í viðtal og hér er verið að draga fram skýrslu, áfram Íslandsskýrslu sem að ég kom ekki nálægt. Ég hins vegar að benda á að verg landsframleiðsla á mann, kaupmáttaleiðrétt, bara í krónumtalið, þar eru við meðal efstu ríkja og 28% yfir meðaltal ESB. Þú getur bara flettis upp þetta nýjustu tölunar frá 2025. Og í staðinn fyrir dagur í það að ræða einhverju skýrslu sem ég kom ekki nálagt og gott og vel ef að þú ert gagnrýnin á hvernig þetta er valið en ég hins vegar að benda hér á efnahagslegar staðreyndir sem þú getur bara sjálfur flettu upp og það er staðreynd á flesta ef ekki alla mælikvarða sem snúa velferð á Íslandi og bara lífskjörum okkar og lífsgæðum þá erum við fremst meðal þjóða. Ég tittur að nýkoma frá Búlgaríu og Frakklandi fórum franskar sveitir og maður sér að það er líka dreinu svo mynda ef að menn sér í evrunni að þá hljóti mannum að vegna vel og þar sé svo mikill stöðuleiki og gott að vera til og húsnæðisverð svo lágt og allir geti keypt sér hús. Það eru hræðilegar aðstæður sem fólk býr við í þessu löndum út á landsbyggðinni. Bara húsakostur sem við myndum ekki bjóða okkar versta óvinn upp á.
Þannig að ein spurningin sem að ég hef, að því ég var aðeins að skoða sögu evrunar og meðal annars tímabilið þegar Mario Draghi, sem hefur nú orðið hvað frægastur fyrir þessa skýrslu samkeppnishæfni Evrópu, hann seðlabankastjóri Evrópu 2012, þá gríðarleg krísa á evrusvæðinu líka. Menn fara í magnbundna íhlutun og hann neyðist til þess að fara fram á sjónarsjóð og segja evran mun lifa af hvað sem það kostar og menn þurftu að fara í gríðarlega skuldsetningu og allskyns aðgerðir. Gunnar Baldvinsson, reyndasti lífeyrissjóðamaður landsins, mætti viðtal daginn og segist hafa miklar áhyggjur af því vegna þess hvernig hagkerfi Evrópu að þróast að evran kunni að verða veikjast gagnvart öðrum alþjóðlegum gjaldmiðlum á komandi árum. Einhver hætt á því í ljósi þess að það víða mjög þröngt í búi í Evrópu, franska ríkið gjaldþrota til dæmis, að ef við tökum við þennan gjaldmiðil sem kann að virka sterkur núna út að lágum vöxtum og slíku, að við allt í einu sitjum upp með gjaldmiðil sem að verður okkur sem kipið við kverk. Einhver hætt á því miðað við þessa reynslu frá 2012 og því sem að við horfum upp á í hagkerfunum í kringum okkur? Nei, þú ættir að hafa miklu meira ágjör á krónunni. Miklu meiri og þú sérð á þessum skuldabréfálagi sem við vorum að nefna áðan að markaðirnir eru að meta það eins og ég. Ertu að tala um verðbólguvæntingarnar? Það gríðarlega, ef við erum að tala löndin svo Búlgari eða löndin bara í Austur-Evrópu almennt, þá í raun bara ævintýralegt hvað aðild að Evrópusambandinu hefur nýst þeim til að færa upp lífskjör, velsæld, hagvöxt, innviði. Króatar eru búin að fá 2800 milljarða afhenta frá Evrópusambandinu. Já, og bara ótrúlega magnað að fylgjast með til dæmis, sjáum bara vin okkur í Eystrasaltslöndunum sem að voru með slíkan aðgerðisflótta eftir fall Múrsins, það voru margir sem leituðu meðal hans hingað og annað. Þau samfélög voru í rúst. Akkurat, og núna eru það að blómstra, þau eru að draga til sín atgerfi, þau eru að draga til sín fólk hvaðan af að. Hagvöxtur hefur þróast reyndar hraðar þar vegna hergagnaframleiðslu að hluta til en líka vegna bara alls konar annara þátta þar sem þau eru að njóta góðs af því að vera hluta af stærsta innri markaði í heimi og að fólk getur treyst því að regluverki sé allstaðar eins. Við tölum stundum að... Það ekki eins. Franska ríki fara að reka sig með allt annars konar halla heldur en hinn ríki. Við tölum stundum að regluverk getur verið flókið þegar kemur að verslun og viðskipti og það alveg rétt. En eins og Arnór Sighvatsson, fyrrverandi aðstoðarseðlabankastjóri, bendir á í grein í gær, þá Evrópusambandið enga síður stærsta einföldunarverkefni þegar kemur á lögum og regluverki bara í heimsögunni vegna þess að þarna verða að samræma lög 27 aðildarríkja varðandi verslun og viðskipti og búa til þennan innri markað og það hefur nýst þeim vel, mun það nýtast okkur. Já, að mínum mati vegna þess að lítil útflutningsdrifin hagkerfi hafa alveg, það er raun sérstaklega mikilvægt fyrir þau að vera hluti af svona stærri markaði að aðilar geti treyst regluverkinu og ég ætla að halda því fram að við til dæmis vannmátum gríðarlega kostina af EES á sínum tíma. Ef það hefði verið þjóðaratkvæðagreiðsla þá er líklega meirihlutin verið á móti, alveg svo meirihlutin hefði verið á móti inngöngu í NATO. Og þess vegna held ég að við vannmetum Íslendingarstundum gildi alþjóðasamstarfs. Og nú sjáum við að Evrópusambandið ekki bara góður kostur efnahagslega, þetta líka brjóstvörn mannréttinda, gilda sem við... Þið nefndu NATO, hvernig fór kosningin 1944 þegar við ákvaðum að vera ekki ríkjabandalagi með Dönum? Mér finnst það kannski ekki stóri punkturinn í þessu, mér finnst stóri punkturinn sá að við þurfum aðeins að staldra við og muna að þegar við tókum þessi jákvæðu stóru pólitísku skref í tengslum við aðra þjóðir, NATO, EFTA, EES, þá var meirihluti þjóðarinnar á móti, var mjög svona, við erum mjög sein inn í EFTA, við erum sein að einhvern veginn stíga þessi skref, við erum tortryggin og það er kannski bara hlut af þjóðarsálinni, en tökum það eftir því að meira segja þeir sem berjast harðast núna gegn því að við tökum upp viðræður
Þegar við gengum inn í EFTA var meiri hluti þingsins fyrir því að við gengum þar inn. Já, og líka meiri hluti þings var fyrir þessu öllu saman, en ég er bara bend á það að þeir sem voru á móti þessu, NATO, EFTA, EES, eru núna á móti aðildarsamningu við. Þegar við gengum inn í NATO 49 og svo inn í EFTA og svo inn í EES, þá var meiri hluti þinginu fyrir því að ganga þar inn. Já. Það ekki meiri hluti í þinginu núna fyrir að ganga í Evrópusambandið. Það var meiri hluti í þinginu fyrir því að nota þá aðferð sem að allir flokkar á þingi hafa á einhverju tímapunkti beitt sér fyrir að fá umboð frá þjóðinni fyrir næsta skref. Þú ert að tala um þátttöku. Og þess vegna erum við að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst. Það er mjög mikilvægt að fólk áttu sig á því að þá er bara verið að sækja umboð til þess að fara í viðræður. Það fylgja því engar hættur, heldur bara miklu meiri upplýsingar hvað muni felast í þessu og svo þið þá haldin önnur þjóðaratkvæðagreiðsla niðurstaða viðræðna. Þetta þekkjum við. Morgunblaðið hefur 10. marg ítrekað þrátt fyrir öll gífurinn í okkar gas. Nei. Þú verður að vera duglegur að lesa. En ég veist að við nefnum hér útflutningsdrifið hagkerfi. Við erum auðlindadrifið hagkerfi. Og það er ekki tækt að neita því. Og aftur vil ég ítreka það að við yrðum þá, ef að við myndum gangi inn í Evrópusambandi, þá yrðum við fyrsta vestræna ríki sem auðlindadrifið hagkerfi til að gangi inn í myntbandalag. Eða þá að festa krónuna við einhverja mynd. Og það að ákveðni leiti ákveðin fórnarkostnað sem felst í því, aftur, aðlögunin, ef við verðum fyrir aflabresti eða einhvers konar höggi, að þá munum við þurfa að taka út slíkan kostnað í formi aukins atvinnuleysis eða launa-lækkana. Það er breytingin sem mun eiga sér stað og mikilvægt að halda til haga. En mér finnst alveg með ólíkindum að hlusta á svona rökin eins og ég veit ekki alveg hvort ég var að skilja það rétt að við séum svo tortryggin að við höfum bara eftir að sjá að sé betra fyrir okkur fara inn í Evrópusambandi. Það eru bara kostur og gallar sannanlega en við erum auðvitað hluti af EES og við njótum góðs af því og ég held að allir séu nú sammála svo sannanlega með það að við erum partur af innri markaði. En hins vegar þetta Evrópusambandið pólitískt samband, þetta efnahagsbandalag og við þurfum auðvitað að gera upp við okkur hvort að okkur sé betur borgið innan Evrópusambandsins eða utan þess og allir efnahagslegir mælikvarðar sem ég horfi til segir mér okkur sé betur borgið utan sambandsins að við erum fremst með að ríkja raunlaun og kaupmáttur sá hæsti meðal ESB-landa verg landsframleiðsla mann, kaupmáttar leiðrétt 28% yfir meðaltalið. Þetta eru mælikvarðar sem skipta máli. Atvinnuleysi heilt yfir hefur verið lágt í íslenskri hagsögu að því við tökum aðilinn út með öðrum hætti. Langtíma atvinnuleysi er lítið sem ekkert. Þetta eru stærðir sem ég horfi til því ég er að vega og meta hvort að okkar hagsmunir sé betur borgið innan sambandsins eða utan. Þannig að mér finnst líka mikilvægt að halda til haga. Jú, það er vissulega rétt að það er verið að kjósa að halda áfram viðræðum. En stundum kemur þetta svolítið út eins og það er engin kostnaður fólkin í því. Hvað taka aðildarviðræður langa tíma? 2-3 ár. Hvað gerist á meðan? Já, allur fókusinn mun þá vera á þessar aðildarviðræður, aðildarsamninga. Þannig að ég bara upplif það núna í sumar. Horfum á bara verðbólguna og vaxtastigið. Við erum lítið sem ekkert að fjalla það. Við erum fyrst og fremst bara að fjalla það sem er framundan í lok ágúst og ég held að svo umræði er bara eftir að þyngjast. En það er mikilvægt að halda til haga að kostnaðurinn er ekki bara beitt kostnað sem metin hann í kringum 2 milljarða. Auðvitað er óbeitt kostnaði fólkinni því að fara í þessar aðildarviðræður og við sjáum það bara Alþingi Íslendinga. Umræði verður fyrst og fremst bara hvar við erum stödd í þessum aðildarviðræðum. Öllu fókusin munum vera á það. Þannig á meðan verður algjör biðstaða í efnahagsstjórninni hér á Íslandi. Og mér finnst það eitthvað sem við þurfum líka að ræða. Þetta er ekki eins og þetta sé óbúslega auðveld ákvörðun að kíkja í pakka, já til að sjá. Það er svo margt annað sem spilar þannig undir og þess vegna held ég að skipti líka máli fyrir bara okkur Íslendinga. Við þurfum að kynna okkur og við þurfum auðvitað bara að vega og meta hvort við teljum að hagsmunir okkar sé betur borgið innan Evrópusambandsins eða utan. Í stað þess að fara í aðildarviðræður bara upp á forvitnissakir, það er óbóðslega mikilvægt að halda því til haga. Að það er ákveðin kostnað líka sem felst í því að vera í aðildarviðræður með 2-3 ár. Einkum og sérlega núna þegar það er því miður þannig að við erum ekki að ná tökum á verðbólgunni og vaxtastigið er hátt í sögulegu samhengi. Hefðu stjórnvöld ekki getað unnið meiri grunnvinnu á þessum tíma sem liðin er frá því að þið tókuð við völdum í landinu en bara birta þessa hálfköruðu skýrslu á ensku sem að reyndar hefur ekkert verið haldið fram eftir að hún var birta því að hún er
bæði takmörkuð og göllus? Ég held að stjórnvöld hafi gert rétt í því að vilja fá umboð til þess að halda áfram í viðræðum áður en einhvern veginn allt sett á fullt við að kortleggja og gera hluti. Hitt hefðu alveg örugglega verið gagnrýnt ef að í raun allir eru kallaði til þess að endanlega móta samningsmarkmið eins og var gert síðast. Mjög margir hagsmunaaðilar voru kallaði þá til og voru fyrirmynda vinnubrögð og verður væntanlega beitt aftur ef það fæst já. Eitt væri bara að fá svar við hvort að við netto greiðendur eða ekki sem að reynda blasir við en menn einhvern veginn gefa í og úr eins og að það sé það eru bara mjög lágar upphæðir eins og greiningar Hvaðan koma þá allir 2.800 milljardarnir sem fóru til Króatana? Hvar verða þessi peningar til? Þeir verða náttúrulega til í Evrópusambandinu en sko fjárlög Evrópusambandsins eru 1% af landsframleiðslu hjá löndunum og þau fá mikið á móti Það verða engir peningar til hjá Evrópusambandinu? Nei, þau verða til í aðildarríkjunum. Og ég var bara að greina það Stefán Einar daginn hvaða sóknarfæri gæti verið fyrir Ásdísi eða sveitarfélög eða ríkið varðandi innviðafjárfestingar. Og það ákveðin aðgangur til dæmis af lánum hjá fjárfestingabankanum bara í gegnum EES núna. Þeir hafa lánað 100 milljarðar til Íslands og við erum ekki í Evrópusambandinu. Nákvæmlega, en til viðbótar myndu bætast við bæði styrkir sem eru takmarkaði vegna þess hver hagvöxturinn hér, en styrkir þó og hagstæðari lán í fleiri tilvikum, þannig ábatinn gæti verið á bilinu 90 til 400 milljarðar til 2040, teka fram, þetta ekki allt á einu ári, en það munar svona og þegar fólk í raun að gera einhverja Er það ábatinn Þetta er annars vegar vaxta ábati og hins vegar beinistyrkir, þetta blanda. Ég get birt þessa greiningu á næstunni fyrir forvitna vegna þess að þetta skiptir máli, því að ef við tökum til dæmis bara Ölfusárbrú, það verkefni með alltaf fjórðung kostnað sem fjármagnskostnaður og hann myndi ekki allur hverfa en hann myndi lækka og þegar við erum komin inn í umhverfi þar sem við erum að borga fyrir svona framkvæmdir með veggjöldum að þá það bara buddumál hvort að þessi fjármagnskostnaður sé 4 milljarðar eða eitthvað nær 1 til 2. Þannig að í sumum dæmum þá reiknast manni að það geti munað alltaf 15 til 25% af veggjöldunum í tengslu við viðkomandi framkvæmdir eftir því hver fjármagnskostnaður Ég skil ekki hvernig maður fær 90 til 400 milljarða króna ábati við innviða fjárfestingu. Við erum aðeins að útskýra þá ætlar að koma með þetta næstu dögum vegna þess að þú nefndir hérna Evrópska fjárfestingabankan. Já, hann að lána nú þegar til okkar. Þannig að upp á 100 milljarða held ég hafi komið. Ok, hvernig færðu 90? Þetta er svo svimandi háar fjárhæðir af því að Ísland, ef við göngum inn í Evrópusambandið sem mjög áhugavert, þá verðum við ríkasta ríki sem hefur gengið inn í Evrópusambandi frá stofnundars sem segir manni við verðum netto greiðendur inn í sambandi, auðvitað við verðum netto greiðendur inn í sambandi þannig að ég skil ekki hvernig þú fær 90 til 400 milljarða ábata við innviða fjárfestinga við að ganga inn í Evrópusambandi. Ég held að auðveldasta leiðin til að skilja það að taka bara rannsóknir og þróun sem hluti af EES-samningnum. Þar greiðum við inn en að því að við vorum mjög skipuleg í okkar vinnubröðum varandi það að afla rannsóknarstyrkja þá við alla tíð, þó við séum ríkt samfélag, fengi meira út úr evrópskum rannsóknarsjóðum en við höfum lagt inn í þá. En við fáum það nýta. Og þetta bil í innviðafjárfestingunni nákvæmlega fundið eins að þetta bil milli þess að gera lítið sem ekki neitt en nýta þó það sem kemur eða undirbúa verkefnin vel og gæta þess að skoða þessa möguleika hverju sinni en kannski þetta bara auglýsing fyrir þennan pappir sem ég skal þá bara birta á næstunni. Já, því að mér finnst eitt að koma hér með 90 til 400 milljarðar, ég ekki enn að heyra rökin, við getum vel farið innviða fjárfestingar sjálf hér innanlands og við erum að gera það en ég ekki enn að heyra hver ábatinn af því að vera í Evrópu. Annars styrkir og hins vegar lægri vextir. Við erum aftur komin í vaxtaumræðina en aftur, þú getur ekki lofað lægri vöxtum við það eitt að gangi í Evrópusambandi. Af hverju ætti eitthvað annað að gilda Ísland heldur en öll önnur lönd sem hafa tekið upp evru? Í öllum öðrum löndum sem hafa tekið upp evru hafa vextir og verðbólga lækkað mjög verulega. Það engin ástæða til að ætla annað gildi.
eins og gildi 2018-19, við náðum lægri vöxtum og lægri verðbólgu. Ég fengi að heyra að það sé barnaskapur, en það bara reynsluvísindi og ef það er barnaskapur að ímynda sér samfélag með lágum vöxtum, lægri verðbólgu, engri þörf fyrir verðtryggingu, nú erum við komin í ríki. Að þá skal ég bara vera að segja það bara með breyttri hagstjórn. Ég ætla að taka frá pláss í Morgunblaðinu svo þú getur birt þessa greiningu á síðunum hjá okkur. Og ég ætla líka að taka frá pláss fyrir svargreinina frá þér sem að við þá byrta sennilega svona 2-3 dögum síðar. Er það ekki gott plan? Það er bara ágætisplan. Ég ætla hins vegar að þakka ykkur kærlega fyrir umræðuna. Þetta er afskaplega upplýsandi og gott og ánægilegt að þið skulið í ykkar ágæta sumarfríi sem að ég veit að er stutt og snart. Gef ykkur tíma til að koma hér og ræða við mig á vettvangi spurninga. Takk. Ég veit áhorfandi sjá það ekki, við erum bæði í ljósum buxum í tilbúin dagsins. Þið eru bara stórglæsileg og það kannski birtu við einhverja mynd á vefnum til þess að staðfesta þetta. Dagur B. Eggertsson og Ásdís Kristjánsdóttir, takk fyrir komuna. Takk fyrir. Við sláum botninn í þetta hér í þessum aukaþætti spursmála þennan ágæta miðvikudaginn. Við ætlum hins vegar að vera hér á föstudaginn komandi og þá ætla ég að ræða meðal annars við Andrés Magnússon, kollega minn, fjölmiðla umfjöllun og þessa atkvæðagreiðslu framundan. Þar kennir ýmissa grasa og hvet ég ykkur til þess að fara með það tal inn í verslunarmannahelgina sem að stendur fyrir dyrum.